þennan morgunfund Matís áherslur í rannsóknum og nýsköpun í kjötframleiðslu og kjötiðnaði á Íslandi. Eins og þið sjáið það verið að taka upp fundinn og upptakan er farin af stað. Og ég heiti Bryndís Björnsdóttir og ég tók það að mér að vera fundarstjóri hérna í dag. Kannski bara svona fara yfir, kannski að við slökkum bara á myndavélunum og tökum hljóðið af og meðan við erum með kynningarnar í gangi. Og svo eftir þegar við höfum tíma fyrir umræður þá komum við öll saman inn aftur, kannski svona þeir sem geta í mynd og hljóð þegar þið viljið segja eitthvað. Við ætlum að byrja á nokkrum stuttum kynningum og ég hvet ykkur bara til þess að skrifa hjá ykkur athugasemdir og geyma þær þangað til í umræðunum á eftir. Svo getið þið líka notað athugasemdarásina sem efst uppi, talblaðran efst í forritinu og sendt spurningar og athugasemdir og menn í gangi og þá reynum við að taka það í umræðunum í lokin. Áður en við förum af stað með þetta allt saman. Þið sjáuð skjáin hjá mér örugglega, er það ekki? Dagskráin hérna. Við fáum erindi yfir rannsóknar- og nýsköpunarverkefni sem Matís með í gangi. Við heyrum skinnmat- og neytendarannsóknir, erfðarannsóknir og svo heyrum við frá 2 fulltrúum. Og svo eru umræður í lokin. En ég ætla rétt að áður en við byrjum á því að segja ykkur aðeins bæði frá þessari fundaröð sem við erum, þessi fundur partur af fundaröð sem við höfum verið með í gangi og það fundur núna á eftir klukkan 10 mjólkurvörur. Og svo eru 2 fundir á morgun, annar líftækni og lífefni og hinn sprota og vöruþróun. En hinir 4 fundirnir, þeir hafa farið fram, en það hægt að nálgast upptökur af þeim á heimasíðu Matís, á Facebook-viðburðunum og á YouTube. Það einhver með kveikt á hljóðinu, eða kannski einhver sem getur bara mjútað alla fyrir mig. Og ég ætla að segja ykkur bara líka örstutt frá Matís, þannig að fyrir þá sem kannski þekkja Matís ekki vel, en við erum sem sagt þekkingar- og vísindafyrirtæki og við erum opinbert hlutafélag, þannig að við erum fyrirtæki sem að fullu eigu hins opinbera. Og okkar hlutverk snýr að því eða snýr að matvælaframleiðslu og nýtingu lífrænna auðlinda á Íslandi. Með það markmiði að auka verðmæti, tryggja matvælaöryggi og auka lýðheilsu. Það hlutverk okkar og grunnstoðurnar eru þessar. Stærst fyrirferðarmest eru þessi rannsókna- og nýsköpunarverkefni sem þið heyri meira af og eftir og svo bjóðum við upp á ýmiss konar þjónustumælingar, bæði fyrir efnamælingar, örvurmælingar og erfðamælingar. Svo erum við öryggis- og forgangsþjónustu og tilvísunarrannsóknarstofur og svo erum við með ýmiss konar ráðgjöf, menntun og fræðslu og aðstöðu eins og matarsmiðju. Og við erum tæplega 100 starfsmenn sem störfum hér með víðtæka reynslu og þekkingu og við erum stödd vítt og breitt landið. Og þegar kemur þessu rannsóknar- og nýsköpunarverkefnum þá eru þetta þessir áhersluflokkar sem við erum með og þið sjáum einn af þessum flokkum. Og svo langar mér bara til að hvetja ykkur til að skoða heimasíðun okkar. Eins og ég segi, þar til dæmis aðgengilegar upptökur af þessum fundum sem eru liðnir og þar getið líka skráð okkur á fréttabréfið okkar, þannig að þið missið nú ekki af neinu sem við erum að senda frá okkur. Og það var nú svona það sem ég ætlaði að segja og ég þá bara setja þetta yfir á ykkur, Guðjón og Óli Þór. Þið eru með kynningu núna á þessum rannsókna- og nýsköpunarverkefnum sem Matís með í gangi sem tengjast kjöti. Gjörðu svo vel. Sjáum við glærurnar? Þetta flott svona. Já. Komið sæl. Ég ætla í stuttum máli að segja ykkur aðeins frá svona bara verið með yfirlit og svona smá messu rannsóknir og nýsköpun sem tengjast kjöti.
Ég ætla að byrja á þessari glæru hérna sem ég er búinn að kenna í 30 ár og fekk frá bresku neytendasamtökunum þegar kúariðan var svona á fullu. Og þetta eru svona áherslur, svona eiginlega samfélagslega kröfur og kröfur neytenda til matvæla og fyrsta krafan hún eiginlega gengur út á matvælaöryggi og það er það að maturinn sé ekki hættulegur. Næsti hefur með næringuna að gera og nóg mat og það er fæðuöryggi. Og það sem við erum kannski með mest okkar verkefnum í númer 3, það er að maturinn veiti ánægju, þægindu og sé meðfærilegur og það felur til dæmis í sér að hann hafi gott geymsluþol og skemmist ekki allt á snemma. Síðan voru atriði sem tengjast sérþörfum í kringum menningu og trú og svo kröfur bæði almennar og sérstakar umhverfismál, velferð dýra, siðfræði og fleira. Sem voru númer 5 fyrir 30-40 árum síðan sennilega komið númer í 1 eða 2 í dag. Þannig að þetta er svona rammi sem við vinnum í kringum. Svo ætla ég að sýna ykkur hér mynd sem er á gamalli áskýrslu hjá Matís og er að sýna raunverulega landbúnaðartengt verkefni á þeim tíma á Matís og hvernig það hangir saman við keðjuna frá bónda að borði neytenda eða það sem við köllum dreifikeðju eða virðiskeðju. Og við erum með verkefni í kannski næst framleiðslunni með bændum og næst framleiðslunni á nokkrum stöðum. Þarna erum við til dæmis með kjötgæði og kynbætur í sauðfjárrækt sem er stórt verkefni sem búið verið í gangi nokkur ár. Það er nemandi í næstu viku að klára mastersverkefni í matvælafræði hrossakjöt, nýtingu gæði, næringargildi og geymsluþol. Við vorum í verkefni í sambandi við gelbingu og galtakrísum og galtarlykt. Það var líka verkefni í sambandi við að fóðra mjólkurkýr á þangi til að minnka umhverfisáhrif. Við vorum líka með þætt verkefni sem hefur mikið verið fjallað í sambandi við heimaslátrun. Svo höfum við tekið á nýtingu kjötskrokka, nýtingu á hliðarafurðum og verið svo með verkefni líka sem tengjast kannski markaðna meira. En undirstaðan og það sem er alltaf í gangi hjá okkur er það sem er neðst. Við erum alltaf að taka þátt í vöruþróun matvæla, að styðja við staðbundna matvælaframleiðslu. En síðan er að þjónustan sem mælingarnar sem Matís getur gert í sambandi við örverurefni og skinnmat. Og svo það sem tengist kannski kjötunum mest, það er íslenska kjötbókin og reyna að viðhalda henni. Við höfum verið að reyna það með svona veikum mætti. Og síðan hafið þið líka verið að nota íslenska gagnagrunninum efnasamsetningum matvæla. Og svo erum við með námskeið á netinu og fleira og fleira. Og þetta hefur allt verið eiginlega unnið í samvinnu við fyrirtæki, búgreinafélög, afurðastöðvar, Landbúnaðarháskóla Íslands, Háskóla Íslands og marga fleiri aðila. Síðan höfum við mikið verið að spá í kjötgæði og þetta eru svona þeir þættir sem við höfum verið að skoða í sambandi við það. Það eru þættir sem hafa áhrif á þessi kjötgæði sem við köllum skilgreinum hérna sem bragðmeirni, útlit, nýtingu, næringargildi og geymsluþol og við tökum af bæði á framleiðsluþáttum og tæknilegum þáttum. Erum að skoða þá svona kynbóta þáttinn, jafnvel áhrif beitar á bragðgæði og síðan áhrif meðferðar á svona stress í sláturdýrum og fleira. Og það kemur þá líka inn á sláturpartinn og svo höfum við mikið verið að pæla í meðferðin á kjötinu í sláturhúsum til að hún sé sem best. Svo er hérna næst bara að nefna 2 eða 3 lítil, eða 1 lítið verkefni sem var eiginlega bara nemendaverkefni við Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri í námskeiði sem ég held utan sem heitir Gæði og vinnsla búfjárafurða. Við keyptum 4 hryggi út í búð. Þetta var fyrir 2 árum síðan þegar var hægt að fá hryggi frá Nýja-Sjálandi. Við keyptum 2 slíka og á móti fórum við í Krónuna og keyptum 2 hryggi frá Fjallalambi. Og ég vorum að gera svona, nota okkar þegar við að kanna gott að vera munur á þessu kjöti. Hérna er kannski niðurstaðan og hún er, það sé bara mjög í stuttu lagi að það er minni suðurýrnin á íslensku hryggjanum. Skurðfesta sem er eiginlega mæling á seigju, hún var minni í íslenska, hún var lág í báðum hryggjónum. Einkunnin var hærri fyrir íslenska og það var meiri safi. En þegar við gerum tölfræðilegt próf á þessu þá er engin marktækur munur af því að við vorum með 4 hryggir og 10 nemendur til að prófa þetta og
Þetta bara svona eiginlega getum við sagt eitthvað svona fortilraun. Og í sambandi við heildargeðjuna þá fékk nýsjálenska 47 stig og íslenska 52. Það sérlega margtakar munur að vera með mikið af sýnum en ekki í þessari tilraun. Og svo var lifrarlykt og lifrarbragð mjög svipað. Svo annað verkefni sem kannski miklu stærra sem hefur með framtíðarstefnu í framleiðslu á kindakjöti að gera. Þetta hefur með gæðu, meðferð og allt það að gera í sambandi við lambakjöt og þetta er verkefni sem búið að vera í gangi í nokkur ár, hefur tafist út af COVID og fleiri málum og þetta við tengjumst þarna sláturhúsum í landinu, ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins og landbúnaðarháskólanum og svo kemur Matís inn á þetta. Og þarna erum við að skoða fitusprengingu í hryggvöðva, ætlum að gera það, við höfum verið að skoða stress í sláturlömbum og erum svo að fara að gera mælingar sem tengjast þessu. Bæði mælingar á fitu, mælingar á segjum með þessum skurðkrafti og svo að gera neytendaprófanir til að athuga hvernig kjöt neytendum fellur best við þessa dagana. Svo bara í lokin, þetta var geymsluþolstilraun á hrossahryggvöðum sem við gerðum núna í vetur og þarna vorum við að geyma vakúmpakkaða hryggvöðva í 28 daga við -1 gráðu. Mæltum örverur og gerðum skinnmat eða vörumat og þessi línurit eru bara að sýna okkur að kjötið í þessar aðstæður, bestu aðstæður, þá geymist það í meira en 4 vikur og það er engir gerlar sem eru að fjölga sér í kjötinu og vörumatið þarna hægra megin segir okkur líka að það á 28. degi þá er kjötið bara mjög hæft til mannlífis ennþá þannig að okkur langar til að fara í tilraun þar sem við erum að spá jafnvel í 2 eða 3 mánuði. Og svo bara í lokin að þótt að þetta sé fínt að þá er þetta kannski vandamálið að við fáum ekki nema kannski 2-3 daga geymsluþol á svo sneiðum úr þessum hryggjum þegar farið að pakka þessu í smásölu pakningar og setja fram í verslanir og þarna eru kannski það verkefni sem er kannski mest ástæða til að vinna að. Þetta er bara svona til að nefna eitthvað þannig að ég ætla ekki að hafa þetta meira í bili og hlakka til að taka þátt í umræðunum. Og þá held ég að sé komið að henni heiðu með skinnmatspælingarnar. Hitt, takk Guðjón. Þú kannski hættir að deila. Já, þá næst þær Kolbrún og Heiða með skinnmat og neytendarannsóknir og erindi sem þær kalla bragð og beitarhagar. Nú vona ég að Aðalheiður átt eitthvað í erfiðleikum með hljóðið áðan. Er hún ekki? Þannig er hún. Þarna, já. Ertu fann að heyri okkur? En nú heyri þú ert mjútuð. Ég segi, heyri þið mér núna? Já, nú gengur þetta alltaf. Yes! Velkomin. Eru gerðið svo vel? Takk fyrir. Já, takk fyrir. Býtu nú við. Ég við. Þetta er allt í alveg. Þetta gerist alltaf á svona tímum. Þetta er alveg merkilegt, sko. Alveg merkilegt. Sko, sjáu þetta núna hjá mér? Já, en þetta er ekki þú þarf bara að setja þetta í presentation mode. Rætt. Svona. Súper. Hún er þetta komið. Ég hef aldrei lent í þessu að ég fekk bara són. En já, ég ætla aðeins að tala sem sagt skinnmat og neytendarannsóknir hjá Matís. Við hjá Matís erum með 12 til 15 manna skinnmatshóp sem samanstendur af starfsfólki Matís og er sérvalinn og þjálfaður í skinnmati og það er þessi hópur sem að sér skinnmati hjá okkur.
Og hvað skinnmat svona fyrir þau ykkar sem að kannski vita ekki allt það, þá skinnmat kerfisbundið mat á lykt, bragði, útliti og áferð matvæla. Og í skinnmati þá eru skinnfæri mannsins notuð til þess að meta gæði og eiginleika vörunar og þessi vara getur verið í rauninni hvaða neytendavara sem meðal annars kjötvörur. Og niðurstöður úr, bíddu nú við, ekki akkur þetta svona. Já, ég ætla bara að gera þetta svona. En sem sagt það sem við fáum út úr skinnmati sem sagt túlkun á mannlegri skynjun með tölum og orðum. Og af hverju erum við að standa í þessu, af hverju erum við með skinnmat, og ástæðan sú að við getum ekki mælt allt, við getum mælt ýmislegt í vörum, við getum mælt ýmiss konar efni, við getum mælt áferð og svo framvegis, en það kannski segir okkur ekki endilega til hvernig bragðupplifun neytenda og til dæmis með áferð við getum mælt meirni og seigju, en það kannski segir okkur ekki endilega allt það hversu myrt kjötið það mikið myrt, það mjög seigt, það hæfilega myrt og svo framvegis. Þannig að svona niðurstöður og mælingum þarf oft að tengja við skinnmat til þess að fá í rauninni einhverja túlkun á það hvað tölurnar að segja okkur. Hvernig skinnmat notað? Við notum skinnmat til dæmis í gæðastýringu, við mat á hráefni, framleiðslu og afurðum og athuganir á vinnsluferli, og við notum skinnmat í rannsóknum, meðal annars geymsluþolsrannsóknum sem við gerum töluvert mikið af almennt, og í geymsluþolsrannsóknum þá tengjum við oft niðurstöður skinnmats við til dæmis örðurumælingar eða efnamælingar til þess að fá ennþá betra mat á geymsluþolið, og eins skinnmat notað í öðrum rannsóknum. Skinnmat mikilvægur hlutur í vöruþróun og nauðsynlegur þáttur í öllum stigum vöruþróunar, og eins þá notum við skinnmat í neytendakönnunum. Aðeins neytendarannsóknir hjá Matís. Við erum með ýmiss konar neytendarannsóknir. Við erum til dæmis með neytendakannanir af ýmsum stærðum og gerðum. Þetta geta verið þá svo litlar rannsóknir, til dæmis svona staðkannanir þar sem við fáum fólk til að smakka kannski eina eða fleiri gerð af vörum, til dæmis vörum í þróun og bera saman við vöru á markaði, og allt upp í stórar heimakannanir þar sem við sendum vörur heim til fólks og fáum fólk til þess að prófa vörurnar heima og svara ítarlegum spurningalistum varðandi vörurnar og viðhorf til þeirra. Við höfum líka verið með viðhorfskannanir. Þetta höfum við oft gert bara á netinu. Ef það þarf ekki að láta fólk smakka neitt, þá hægt að gera þetta á netinu, og það til dæmis hægt að vera auðvitað með myndir af vörum og svo framvegis. Við höfum líka verið með rýnihópa og viðtöl. Rýnihóparnir hafa einmitt dálítið færst núna frá því að vera hjá Matís og yfir á netið, sem hefur gengið mjög vel, og kostur við það að við fáum líka fólk utan að landi til þess að vera með í rýnihópunum. Við erum með neytendalista hjá Matís. Þetta listi af tæplega 200 manns sem hefur áhuga á því að taka þátt í rannsóknum hjá Matís, og við notum þennan neytendalista mjög oft í svona neytendakannanir og rýnihópa. Nokkur svona dæmi rannsóknir á kjötvörum hjá Matís, svo við fáum kannski svona aðeins yfirlit það sem við getum gert. Þetta eru mjög fjölbreyttar rannsóknir. Meðal annars þá höfum við kannað áhrif fóðurs á eiginleika kjöts og kjötvara. Til dæmis þá höfum við skoðað áhrif af hvannabeit, að beita lömbum á hvönn,
áhrif þess á eiginleika kjötsins og það kom í ljós að hvannabeit hafði áhrif á bragð kjötsins. Það hafði lömbum sem var beitt á hvönn, kjötið af þeim hafði sem sagt, meira kryddbragð og minna lambakjötsbragð heldur en af hefðbundinni beit og þetta getur gefið þá sérstöðu á markaði. Við höfum skoðað galtarbragð af ógeldum göltum, sem sagt skoða þá hvenær galtarbragð fer að koma af kjötinu. Hvað sér? Við höfum verið með vöruþróun á kjötréttum fyrir fólk með tyggingarörðugleika. Hörðu, ok, búið að lesa þetta, býta aðeins. Jón, býta aðeins, gott gerð, ég er nefnilega á masti eitthvað, það er eitthvað... Óli, þú voru að setja mjút. Já, ok. Óli Jól, þú voru að setja mjút. Ok, ég held að vera að spyrja spurningar. En sem sagt, já, höldum þá aðeins áfram. Já, við höfum tekið þátt í vöruþróun á kjötréttum fyrir fólk með tyggingarörðugleika þar sem að áferðin skiptir mjög miklu máli í réttunum. Við höfum skoðað áhrif frá meðferð eftir slátrun á skynræna eiginleika lambakjöts. Við höfum verið að skoða geymsluþol á hrossakjöti og þá meðal annars hermt eftir geymslu í stórmörkuðum og borið saman við geymslu við bestu aðstæður. Við fáum stundum líka til okkar vörur sem að gætu verið gallaðar, neytendavörur sem er spurningum hvort eigi að fara á markað og sem dæmi um þetta kjöt sem að var óvíst að hefði orðið fyrir lyktarmengun, það hefði verið málað í næsta herbyggi og spurning hvort það hefði verið komin lykt af kjötinu. Aðeins svona smá dæmi um neytendarannsóknir, þá höfum við verið með samanburð á íslensku og erlendu nautakjöti. Við höfum verið með neytendakannanir á kjötréttum og viðhorfskannanir á umbúðum fyrir tilbúna rétti. Ég held að tíminn minn sé bara kominn. Er það ekki annars? Ég er örugglega búin með 5 mínútur. Eru einhverjar spurningar? Takk Heiða. Ég heldur klárum kynningarnar og tökum svo bara umræðurnar endilega skrifið hjá okkur að setja inn í tjattið og svo tökum við allt saman í lokin. Þannig kæra þakkir, þannig að þú mátt taka glærurnar þína niður. Næstur þá hann Sæmundur, samstarfsmaður okkar sem ætlar að ræða erfðarannsóknir og hvernig hægt að nota þær tengslu við framleiðslu á kjöti. Sæmundur. Takk fyrir Bryndís. Sjáu þið glærurnar? Já, þetta komið. Já, góðan daginn, ég heiti Sæmundur og ég er svokallega fagstjóri í erfðafræði á Matís, þar sem ég sé ýmiss konar erfðarannsóknir og ég ætla að fara svona hálfgerð hund af aði að hafa yfirgripskynningu í hvað við erum að gera hérna í erfðafræðinni á Matís og ég tengist ansi mörgum svona landbúnaðar og kjöttengdum verkefnum en þau eru kannski svona mismunandi staði þessari virðiskeðju sem við köllum. Það er að segja hvað við erum svona stödd í framleiðslunni. Margt af því sem við gerum svolítið nálagt frumframleiðslunni og hreinlega í kynbótum og það sem nefni hérna til dæmis að við sinnum ýmis konar erfðagreiningum, sérstaklega í sauðfé sem tengist kynbótum. Og kannski helst ber að nefna að við sinnum greiningum á svokölluðu riðugeni og þokugeni í sauðfé fyrir ráðgjafarmiðstöð landbúnaðar eins og bændur. Þetta er breytileiki í tilteknu geni sem svona hefur áhrif á hversu næmt sauðfé gagnvart riðu og þetta er svona hluti að kynbótastarfi RML og einstaka bænda að minnka næmni riðu í hjörðum og það spilar þessar erfðagreiningar talsverðan þátt. Annars vildi nefna að við vorum að sækja styrk til fagráðs í sauðfjárrækt þess að beturbæta greiningarnar sem við framkvæmum í riðugensgreiningum og það er samstarfsverkefni milli Matís og Keldnam. Annað verkefni sem er að klárast hjá okkur sem við erum að vinna með RML að innleiða eða prófa og sannreyna foreldragreiningarnar í sauðfé með erfðafræðilegum aðferðum og það gekk bara ansi vel
og við erum komið á getið sett til að geta staðfest foreldra hjá faðirni og móðurni í sauðfé. Það svona helst praktíkin á bak við það ef það koma upp. Það eru argengi sjúkdómar í íslenska sauðfénu og ef það var að rekja það og finna genin á bak við þeim þá þarf að hafa það ættartríin að vera algjörlega klár og það þetta sannreina það með þessari aðferð. Ég ætla að nefna þessa nýju kynbóta aðferð sem við erum að innleiða í von bráðar í íslensku kúakyninu, svo kallað erfðamengisúrval. Þetta aðeins öðruvísi nálgun heldur en hefðbundna kynbætur. Það ekki valið kannski eins beint gegn gagnvart tilteknum eiginleikum eins og mjólkurlagni eða fallþunga eitthvað slíkt heldur eru þarna 1000 erfðamarka nýttið til þess að auka hraða erfðaframförum og annað slíkt og þetta verið að innleiða í íslenska kúastofnunum og Matís að vinna því og hefur óskað því við ýmsa aðila að við myndum geta séð erfðagreiningarnar í erfðamengisúrvalinu. Það sem ég sé kannski sem helsta kost en ef Matís tekur þetta að sér að þá opnar það í mínum huga möguleika kynbótum með erfðamengisúrval í öðrum búfjárstofnum og nytjajurtum af því að þetta virkar í öllum þeim tegundum sem þetta hefur prófað í og það eru ákveðnir möguleikar í sauðfé og líka í nytjajurtum. Erfðamengisúrval hefur ákveðna möguleika þar og til að mynda þá hentar þetta erfðamengisúrval vel til þess að það ætlar að ná eiginleikum, framförum í eiginleikum sem hafa lágt argengi. Og líka að þá tækjabúnar sem nauðsynlegur til að geta framkvæmt þetta erfðamengisúrval, hann nýtist í öðrum greiningum svo sem upprunargreiningum á kjöti sem ég ætla að ræða hér á eftir. Nú, við framkvæmum upprunargreiningar eða tegundingar á kjöti og til að mynda þegar það í útflutningi á lambakjöti þá sinnum við, þá fáum við sína kjöti og við sannreinum það svo sannlega að það sé lambakjöt og það stundum krafa á útflutningur að geta sýnt hafa einhvers konar vottorð eða geta sýnt fram á að þetta sé sannlega lambakjöt. Matís getur líka greint hvort að nautakjöt og lambakjöt sé innflutt eða íslenskt. Það út af því að íslensku búfjárstofnum eru erfðafræðilega ólíkir öðrum. Þetta virkar á þá stofna sem við sjálf kynbætum og höfum okkar eigin stofna fyrir. Þetta virkar ekki á kjúklinga eða svín þar sem við flytjum inn erfðaefnið. Og til þess að nefna að þessi aðferðafræði hefur háa upplausn. Það að segja að ef þú greinir nógu mörg erfðamörk þá getur þú fengið svo sem eiginlega eins og strikamerki fyrir hvern einstakling að þegar hver einstaklingar hefur einstakt strikamerki og svo maður segja einstaka röðun af basapörum sem þetta nýta til þess að rekja upprunakjöts jafnvel til einstaka gripa og þetta voru með Evrópustyrkt verkefni í fyrra að sannreina. Annað sem ég nefna verkefni sem að fara af stað með að þetta eru tegundigreiningar í unnu matvælum. Það að segja að þú ert með einhver eins og kjötbólu eða eitthvað slíkt og þú vilt vita hvaða kjöt og í hvað magni hlutfallslega í unnu vörunni, þá erum við að þróa aðferðir sem á að vera hraðvirk og ódýr til þess að gera framkvæma þessar greiningar og í þessu tiltekna verkefni ætlum við að sannreina þessar aðferðir á kjöt bökum og fiskikásum frá Belgíu. Það belgískur aðili matvæla búð í Belgíu sem leiðir verkefnið og þeir hafa lent í erfiðleikum með að stundum óæskilegt kjöt í kjötinu og þeir vilja sannreina sína vörur að það sé vissulega það hráefni sem merkt á pakkanum í kjötinu. Nú, að lokum vildi ég nefna, þetta eitthvað sem við persónulega hef ekki gert og ekki í mínum hóp heldur aðrir á Matís Viggo Martinsson var í þessu hjá okkur og kollegi minn Elisabeth vinnur hérna á Matís líka að þetta snýst það að upprunagreina sjúkdómsvaldandi örverur að það til að mynda í E. coli stekksmyndinu sem kom upp á Suðurlandi í júlí 2019 að sá tækjabúna sem Matís hefur og sérfræðiþekking, hún nýttir þess að rekja uppruna smitsins með því að raðgreina þessar örverur sem voru valdandi af sjúkdómnum sem var í þessu tilfelli E. coli stekk og
þetta COVID hefur svo sem kannski hjálpað okkur erfðafræðingum þannig að við þurfum ekki að útskýra smitrakningu, allir það smitrakning stanslaust við fréttunum, þetta svipað eins og það erfðagreining að gera þegar að raðgreina COVID-veiruna, að tengja saman svona mismunandi típur af þessum sjúkdómsvaldandi örverum og þá þetta að tengja örverur í sjúklingi við örverur í einstökum gripum. Og það eitt svona sem við erum að reyna kannski mætti skoða að það bara þetta samþætta erfðamengisúrval og skimun fyrir sjúkdómsvaldandi örverur, það segja þetta hanna erfðapanela af erfðamörkum sem geta líka skima fyrir með hraðvirkum hætti hvort það sé listri eða kóli eða eitthvað annað slíkt í þeim kjöti sem við að greina hverju sinni. En það ekki fleira hjá mér. Takk fyrir. Kærar þakkir, Sæmundur. Þú kannski tekur niður glærurnar einmitt. Þá erum við næst með 2 fulltrúa frá kjötvinnslufyrirtækjum. Við erum með hana Báru Eyfjörð Heimisdóttur frá Norlenska sem komin upp á skjáinn, sæl og velkomin. Já, og svo það hann Benedikt Benediktsson frá Sláturfélagi Suðurlands. Og þið eru við höfum beðið ykkur að segja aðeins frá ykkar reynslu af því að vinna með Matís og kannski hvaða áherslur þið sjáið í framtíðinni þegar kemur á rannsóknum og nýsköpun tengjast framleiðslu, vinnslu og sölu á kjöti. Ef þú byrjar kannski bara. Já, komið sæl. Ég heiti Bára og er frá Norlenska. Ég er nú ekki með eina glærur. Það ekki þannig ég ætla nú bara að tala þennan stutta tíma. Já, ég ætla aðeins að tala, bara segja frá helstu samstarfsverkefnum og svo eins og hún nefndi kannski tækifærum sem við sjáum varðandi kjötið og Matís. Við höfum leitað til Matís varðandi bæði matvælaöryggisþáttinn. Þau hafa verið með okkur í listeríuverkefni til að kanna hitaþol bakteríunar sem við vildum aðeins kanna betur hvað í raun og veru bakterían þolir og allt það var mjög gott að fá þau með okkur í lið þar. Svo hafa þau líka verið með okkur í verkefni varðandi gæði hráefnis í svínakjöti. Svo vorum við náttúrulega með í verkefni í haust varðandi lambakjötið og sem sneri dálítið að dýravelferðarþættinum, samsagt að mæla streitu eða pH í sýrustigi í lambakjöti. Og svo hafa þau líka verið að hjálpa okkur og að skoða möguleika á nýtingu og hliðarafurðum. Bæði frá sláturhúsunum okkar sem þá bæði svín, naut og lamb. Og það sem að ég hef í fyrsta lagi náttúrulega bara alveg rosalega mikilvægt að geta átt möguleika að leita í sérfræðiþekkingu eins og inn á Matís. Af því að við matvælaframleiðendurnir, við höfum nú örugglega ekki bólmagn til að búa yfir svo mikilli sérþekkingu eins og þar inni og oft ekki tíma heldur. Fólk náttúrulega bara í fullu starfi og í raun og veru svolítið erfitt, hefur ekki tíma til að bæði að vera búa til stórar umsóknir varðandi verkefni og annað og það hef ég allavega mín upplifun að Matís hefur virkað mjög vel. Og það sem að mér finnst í þessu verkefni sem við höfum leitað til þeirra með, þá finnst mér allavega að mér hefur fundist það mjög gott að þau eru lausnamið. Þau vilja finna lausnina með manni og eru tilbúin til að skoða alla leiðir til að dýpka sig meira í hlutunum. Þannig að það finnst mér mjög jákvætt. Þannig að þessi sérfræðiþekking nauðsynleg. Það sem ég held líka að sé nauðsynlegt, það að við höfum þriðja aðila aðeins til að taka testið á gæði vörunar, af því að það er meira traustvekjandi þegar það þriðji aðili sem með puttan í það að taka gæði á lambakjöti, nautakjöti og öðru streitumælingar og annað, heldur en að við komum sjálf með afurðastöðurnar þó að við gerum það líka, en það traustvekjandi að þessi þriðji aðilinn sem með í því og líka til að samræma okkur aðeins, til að eins og Guðjón kom inn á áðan, skoða meðferð okkar á kjötinu inni hjá okkur
og aðeins að samræma okkur. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt. En ef ég fer kannski aðeins yfir í tækifærin þá held ég að sko við vitum það að í flestum tilfellum erum við með mjög gott hráefni í höndunum en það þýðir ekki bara að hafa þetta sem einhverja mýtu að við erum best sko, við þurfum að hafa eitthvað staðfast og þessar mælingar eru alveg nauðsynlegar. Eins og þegar við fórum að gelda grísina, lyfjagelda grísina, að eru gerðar mælingar og það er gert skinnmat og við erum með eitthvað í höndunum, eitthvað tölulegt. Að þetta sé bara ekki eitthvað sem okkur finnst. Og ég sé tækifæri til dæmis í nautakjötinu. Ég sá nú að aðalheiður talaði að það er gerð neytendakönnun þar varðandi samanburð og íslensku og erlendu. Maður sé tækifæri í því að fara lengra þar, að bera saman okkar kjöt með við það erlenda, að gera skinnmatskannanir og próf og við viljum náttúrulega algjörlega vera á sama stað eða ja, við viljum vera betri, þannig að við viljum fá það staðfest. Þetta held ég að sé algjörlega væri verðugt verkefni. Sóun og matvælum líka, það er eitthvað sem við getum séð tækifæri í. Það er alveg ljóst að það er allt of mikið af matvælum hent. Þetta snýst geymsluþol, þetta snýst pökkun, þetta snýst hvernig við erum að koma vörunni til neytendans. Þarna getur Matís verið sterkir varðandi sérfræðiþekkinguna líka með það að vera aðeins með puttana á púlsinum og því hvað er að gerast út í heimi. Af því að við erum kannski, þó við fylgjumst nú aðeins með þá erum við kannski ekki alveg með allt á hreinu, hvað er nýjast á markaði út í heimi. Þetta sem ég nefndi áðan varðandi að staðfesta gæðin og svo líka að staðfesta þetta með matvælaöryggi eins og þið nefndu áðan varðandi STEC og sem kom upp hjá okkur í fyrra eða hitti fyrra sumar. Þetta verðum við að vera með á hreinu, við þurfum að gera miklu betri skoðanir á því hvað þetta er umfangsmikið, hvað það er mikið STEC út á búunum í lambakjötinu og í nautakjötinu af því að það er nú bara alveg grundvöllurinn að matvælaöryggi aðeins að kortleggja það. Þannig að það sem að mér hefur kannski fundið svona með Matís, sko, ef maður hugsar ný verkefni og annað, að þeir hafa kannski ekki verið, kannski leiðist að vera aðeins neikvæður, kannski ekki alveg nógu próaktífir, varðandi kjötið. Man hefur fundið svona að maður hefur þurft svolítið að leita til Matís og svona, fiskurinn hefur náttúrulega verið meira spennandi, það er alveg ljóst, þar eru peningarnir. En mér finnst þetta aðeins vera að breytast og það sé ég sérstaklega í þessum verkefnum sem ég er núna með Matís í varðandi hliðarafurðirnar og jafnvel að fá styrk í það að skoða betri nýtingu á þeim, að þarna voru þau mjög próaktív, leituð til okkar og við komum og fundum og það þótti mér mjög vænt það held ég að sé að maður finni það að það sé líka áhugi þarna með á kjötinu. Og aðeins bara varðandi hliðarafurðirnar, þetta er mikið áskorun varðandi nýting á hliðarafurðum frá sláturhúsum. Við þurfum að hugsa þetta í stærra samhengi, þetta er náttúrulega það að geta ekki nýtt stóran hluta af afurðum sem í raun og veru væru nýtanlegar kannski, já, í ýmsa kanala, en svona það er náttúrulega ekki eftirspurnin nægilega eftir því og svo er það alltaf þetta með krónur og aura. Það er náttúrulega gríðarlega dýrt að farga hliðarafurðum og það er dýrt að velja umhverfisvænar lausnir, en við verðum líka að skoða þær og það er það sem við vonum að við getum svona aðeins skoðaði þessu verkefni sem við erum að fara í núna varðandi hliðarafurðirnar, að geta aðeins reynt að sprikla og sýna okkur varðandi umhverfisþáttinn, af því að það verðum við að gera eins og allir hinir. Já, þetta var nú svona það helsta frá mér.
Kærar þakkir, Bára. Mjög gott innlegg inn í umræðina sem að verður hérna á eftir og bara takk fyrir að hvetja okkur til að vera meira proaktív. Og þá það Benedikt frá Sláturfélagi Suðurlands sem komir hérna upp á skjáin. Sæll og velkomin. Já, komið sæl. Gef þér orðið. Takk fyrir það og gaman að fá að vera með ykkur. Ég ætla svona aðeins að fara við bara helstu punta í okkar samstarfi sem búið að vera auðvitað mjög lengi og við höfum átt gott samstarfi við Matís. Og við höfum náttúrulega verið í þessum stressi í sláturlömbum. Við vorum búin að vera með í því verkefni sem auðvitað mjög áhugavert en þetta tekur allt tíma og oft koma fleiri spurningar en svör þegar einhverja niðurstöður koma. Það heldur bara svona áfram og einnig með þetta í áhugavert með geymsluþolið og hrossakjötinu sem við höfum tekið þátt í. Og samanskapið með galtabræði svínum, það auðvitað líka sem við tókum þátt í. Og mér finnst mjög mikilvægt að fyrirtæki eins og okkar taki þátt og vinni með Matís að svona málum. Þetta hagur allra að við stöndum saman í þessu. Og bara í byrjun árs þá fengum við Matís sem óðan aðra til að greina fyrir okkur að taka meirnimæling og nautakjöti með það fyrir augum að sjá hver áhrifin væri á meirnun að láta kjötið hanga í 2 vikur á beini og svo annars vegar láta það meirna í vakuum á sama tíma í 2 vikur og það var mjög áhugaverðar. Já, kom manni aðeins óvart. Það var bara nánast, það var mjög lítill munur á því. Og einnig höfum við líka verið heppin að einn af okkar starfsmönnum hefur unnið sitt BS og mastersverkefni í samstarfi við Matís og Guðjón Þorgeirsson. Þannig að þetta eru ýmsir þættir sem að koma sér vel fyrir báða aðila. Ég er svona aðeins verið að velta fyrir mér svona, tækifærum Matís eða bara Íslands í raun og veru í svona mörgum málum að maður sér bæði eins og inn í ráðuneytum, þar farið að fækka, fagfólkinu hvað var að kjöt og oft og tíðum kannski vantar eitthvað inn hjá Matvælastofnun líka að ég einhvern veginn ímynda mér að þarna verið ákveðið tækifæri fyrir Matís til að koma að sem ráðgefandi bæði fyrir ráðuneytin og Matvælastofnun. Þarna inn eru sérfræðingarnir sem eiga að hjálpa okkur og geta gert bara mjög margt. En ég var ekkert með fleiri punkta en þetta. Þetta svo sem allt sem ég vildi bara segja ykkur frá og hlakka bara til að taka þátt í umræðunum eftir. Kærar þakkir, Benedikt. Þá erum við sem sagt dagskráni lokið og við erum komin yfir í umræðu partinn. Þannig að nú hvet ég ykkur bara til þess að rétt upp hönd á forritinu eða skrifa athugasemdir í athugasemdakerfið, einhver sem vill byrja. Og kannski liggur beinast við kannski að sem eitt að ef við kannski horfum til þess að þessar áherslur í rannsóknum og nýsköpun sem að fólk sér fyrir sér á næstu árum. Bára, gjörðu svo vel. Já, mér langar kannski aðeins að spyrja hann Sæmund. Mér fannst þetta áhugavert varðandi uppruna greininguna á kjöti og þetta held ég að sé eitthvað sem að væri gott að nýta sér, margir getu. Er þetta mjög kostnaðarsamar greiningar að til dæmis að gera greining á því hvaðan kjötið er? Ertu þá að tala bara hvort að ég sé íslenskt eða erlent? Já, að genamengið sé íslenskt. Þær aðferðir sem við notum í okkar rannsóknarverkefni fyrra eru svolítið kostnaðarsamar. En við erum myndum ef það væri virkilega, ef það er áhugi fyrir þessu, þá er hægt að leita leiða til þess að gera þetta eins hagkvæmt og hægt er. Þetta snýst að fækka þeim erfmörkum sem þarf að greina. Þannig að ég sé fyrir mér mögulegt að vera að ná þessu verði per sýni kannski niður í, ég veit það ekki, 5-6 þúsund krónur. En það er ekki kannski tilbúið hjá okkur, en það þyrfti einhverja rannsókn til þess að þróa bestu aðferðir. En við höfum mikinn áhuga að taka þátt í slíku. Já, takk. Takk fyrir.
Fyrir fleiri, endilega. Góðan daginn, ég rétti fenn hérna kannski, sjáuði mig, Ólafur Júlíusson heiti ég og vöruflokkastjóri á Krónunni. Takk fyrir skemmtilega fund og svona áhugavert, en mér langaði svona þess að grípa tvennt hérna sem að talað Svona aðeins Bára var að tala í Norðlenska var að tala hérna mat og sóun og annað og kynna okkur það betur, en ég held að við höfum nú kynnt okkur þetta svolítið vel hjá mínu fyrirtæki og bara eitthvað svona til fróðleik sko, þá erum við með þarna vörur sem eru seldar á síðasta séns sem við köllum. Þetta eru vörur, aðalega kjötvörur sem eru fallnar á tíma og við fristum þær og merkjum þær undir síðasta séns sem eru við erum mjög svona kunnandi mjög ánægðir með þetta, en bara svona þannig átti ykkur á tölunni sem við erum að breyta þarna, bara núna á síðasta einu ári erum við búin að selja það bil 70 tonn af kjötvörum sem annars hefðu endað í ruslinu og þetta bara sem selt sko í fristi náttúrulega og heilbrigðiseftirlitið hefur allavega ekki amast yfir þessu ennþá vegna þess að annars færi þetta bara í matasóun. Og þetta hefur bara reynst mjög vel og þetta annars hefði enda bara, eins og ég segi, annarkvort hjá heilsalunum eins og stundum í skilamálu og heilsalinn þó að hann taki tilbaka þá hann líka stundum að selja annað, þetta ekki, hér með sagt þó þessi skilaréttur að endi bara ruslinu, það ekki bara þannig. Þannig að ég segi að við erum búin að kynna okkur þetta bara mjög vel og við stöndum bara mjög framalega í Evrópulöndunum, hvað síðasta séns eða hvað matasóun að ræða í verslunum sko, þannig að ég bara mjög stoltur af okkur. Bara þannig að þið vitið af þessu. Og annað kannski sem ég langar að ræða, kannski koma svona fjörugar umræður það, vonandi ef að Víking og Tjás kannski líka. Það varðandi, þið voru að tala hérna kvannalambið. Ok, mér finnst þetta mjög sniðugt að finna svona út hvað við getum gert til að auka sölu og annað. En því miður bara höfum við lent í því, þegar eins og lífrænt ræktaða lambið, sem ég reyndi alveg eins og rjúpa staura að selja, en þegar vara bara komin í hærra verð út af svona til dæmis lífrænt ræktað, þá bara einhvern veginn neytandinn ekki tilbúin að kaupa þetta. Það bara vandamáli sem við erum að kljást við. Og það eitthvað sem við þurfum að skoða líka. Hægt að gera sérstöðu án þess að hækka verðið mikið. Heyrðu, annað ekki frá mér og ég þakka fyrir. Takk, sömuleiðis. Einhver sem vill bregðast eitthvað við þessu eða með einhver aðra spurningu eða athugasemd? Björgvin Þór, gjörðu svo vel. Já, góðan daginn, Björgvin Þór, ég starfa svínabóndi og með kjötvinnslu, þar sem við erum að selja kjöt sem eru alltaf á íslensku byggi og reglu. Við getum gera fyrir nokkuð síðan hönnun eða matgerði á byggsýri innihaldi kjöt og okkur og það kom í ljós að það voru vísbendingur að það hefði áhrif hvers konar fóður væri. Gæti matvís haldið þessari rannsókn einhvern veginn áfram. Ég sé ekki fyrir mér að við værum snakkbúið til að fjármagna það, en svona grunnrannsóknir á notkun á íslensku fóðri og svona áhrif að hefur á kjötgæði og bragð og nýtingu fóðursins hvernig kemur út. Þetta eitthvað verður sem matvís gæti sé fyrir sér að. Takk. Guðjón, vilt þú svara þessu eða? Já, ég skal svara þessu. Þú kannski heyrðið þið vel í honum Björgvin Þór eða? Ég heyrði nefnilega, nei, þú kannski aðeins svona Ég náði alveg, held ég, því sem hann sagði, ég held að við sem alveg til í að, sko, við erum góði að hérna í samstarfi, að tengja saman fólk og líka að skipuleggja verkefni og gera umsóknir og til þess að fjármagna svona rannsóknir eins og þú nefnir og ég held að við sem alveg til í að gera þetta svo annað. Í gamla daga þá vorum við með dálítið að fóðurtilraunum í sambandi við svínaræktina þegar við vorum á rannsóknarstofnun landbúnaðarins og þá var til aðstæða til að gera þetta og þá vorum við mikið að spá í sko, fiskimjöli, fóður, geymsluþol, þráabragð og alls konar hluti en sko, við skulum bara vera í sambandi út á þessum málum og þetta það sem að Svínaræktarfélagið hefur verið að sko, stefna að það að fara að nýta innlenda fóðurgjafa til að svona
sko, til að skapa sér sérstöðu. Þannig að ég held að það sé ekki spurning, þannig að við þurfum bara að heyrast. Já, endilega. Það er ekki að passa vel í að landbúnaðarmann sem líka fara að gera. Það efla matvæla á Íslandi og aðkoma. Já, einmitt. Já, takk fyrir þetta. Þeirra þakkir. Einhverjir fleiri? Kannski svona bara meðan þið eruð að hugsa ykkur þegar kemur svona að skynmati, ég veit að hérna, sem sagt, við þurfum alltaf að nota skynmat og fólk til þess að meta hérna ýmsa þætti, svo þú nefndir Heiða, það er ekki hægt að mæla allt með tækjabúnaði. Hvað ef við horfum svona aðeins lengra til framtíðar? Er eitthvað í skynmati sem að breytast eða nýtt? Eða er eitthvað sem við þurfum að vera viðbúin að hérna, bæta við af okkar reynslu eða þekkingu eða innviðum þegar kemur að skynmati? Sko, ég sé ekki fyrir mér að skynmat allavega úreldist á næstunni. Auðvitað sko mælingarnar verða alltaf betri og betri, það er hægt að mæla auðvitað, eins og ég segi, alls konar efni, lyktarefni og svo framvegis, en ég held að séum ennþá töluvert langt frá því að að það komi í staðinn fyrir skynmatið. En þetta er náttúrulega bara svona fag sem er í stöðugri þróun. Það er náttúrulega að koma nýjar aðferðir í skynmatið sem við þurfum að auðvitað fylgjast með og taka upp og hérna vera með á nótunum í því. Og erum það, fylgjumst vel með í þeim efnum. Það hefur verið svona, kannski svona tilhneiging núna undanfarið til þess að taka eiginlega rannsóknir aðeins meira hérna með, til dæmis sem við erum með neytendakannanir, þar sem við erum með stóran hópa fólki, að taka þá jafnvel rýnihóp líka til þess að kafa á dýptina með. Þannig að það er svona svolítið sem að hefur kannski aðeins breyst undanfarið og svona við höfum verið að tileinka okkur. En það er svona engar svona kannski stórkostlegar breytingar svona í praktík. Það er ýmislegt í gangi en svona ég sé ekki að þetta breytist mjög mikið á næstunni hjá okkur. Ég held að Benedikt hafi verið búin að biðja orðið hérna. Flott, gjörðu svo vel. Já, takk. Ég bara góður punktur hjá Óla Júl og ég bara hrósa Óla og þeim fyrir þetta verkefni þeirra sem er bara frábært og eins og töluna sem maður nefndi, náttúrulega bara geggja að þetta sé hægt. Svo er þetta líka til aðrar aðferðir tengt þessu út í verslunum og það vera með þetta database-steikmerki sem að ég veit að er eitthvað að byrja hérna. Ég veit að Reykjavík byrjaði að nota það eitthvað og við svo sem hugsa það líka að það virkar þannig að mér skilst að þá er hægt að stilla það inn í kassakerfi verslana að það varan lækki eitthvað ákveðið þegar einhverjir fáir dagar eftir eða varan er að lenda á tíma. En þetta er bara frábært eins og Krónan er að gera. Hárrétt hjá Benedikt, þetta er að koma þetta database og við ætlum að vera að byrja fyrir 1,5 ári en það hefur tafist bara en þetta er alveg snillt og þá bara förum við að losna við þarna að sóa matvælum og við séum bara á frábæri leið á Íslandi. Og eins sláturfélagi, ég segi það, sláturfélagi tekur tilbaka, það er ekkert leyndarmál, en ég veit líka að sláturfélagi nýtir nánast hvert einasta bita aftur í bæði sölu til starfsmannanna sinna og annað sem er bara geggjað. Þannig að ég held að við séum ekki að henda mikið á matvælum í Íslandi. Við getum alltaf gert betur, segi það. Ekki alltaf gert betur. En svo var Axel, hann var líka svona komin á. Þeir heyrist í mér? Já. Mjög gott. Mér myndi alveg langa að sjá eins og Matís kanna meira íslenska markaðinn eins og fyrir smásöluaðilar eða fyrir þá sem eru að framleiða beint frá bíli. Kanna þá hvað neytendamarkaðurinn vill, hvað vill fólk, hvað er fólk tilbúið að borga fyrir vöru frá beint frá bíli eða frá samtöku smáframleiðenda. Og það er mjög spennandi markað líka, svo hvað vill fólk geta keypt beint frá bíli og hvernig getur Matís komið aðstoða bændur og svara markaðnum? Já, við gerðum svona afmarkaverkefni sem að hérna kauphöfðun og kaupvilja hérna nautakjöt samanburður á íslenska og hérna innflutta.
Og ég held að þetta sé alveg rétt, ég held að áherslan verði dálítið meira á neytendapælingarnar og við í lambakjötspælingunum erum mikið einmitt að spá í að taka það upp sem aftalur hafa verið að gera sem er raunverulega að vera með neytendaprófanir og ekki þetta vísindalega skynmatendur vera meira með vísindalegar neytendaprófanir bara þá að fólki út á markanum. Þannig að bara það fullt á höndum til að sem vilja taka þátt í umræðinu, þannig að Bryndís, þú ekki taka bara við stjórninni. Jú, við, Ólafur með hendina upprétta. Ég verð að fara að fundi eftir 1 mínútu því að það að byrja hjá okkur mjólkurfundur sem ég á að stýra, þannig að ég fer bara að fundi, fundarstjórinn, en þið haldið áfram þeir sem að viljið, en ég gerir ráð fyrir að séu ýmsir á þessum fundi að leiðin inn á næsta fund líka. Gjörðu svo vel, Ólafur. Mér langaði bara að taka snöggtumlega að segja varðandi við smáframleiðendur og við gerðum það nú bara sjálfur, tókum ákvörðunum og fórum í samstarf við smáframleiðendur, byrjum á því fyrir jól. Allir smáframleiðendur hafa verið velkomnir til okkar og að selja sínar afurðir sér afmarkaðar hjá okkur. Þá ég að tala bæði mýranaut og allskyns smáframleiðendur í allskyns pilsum og annað. Og þetta hefur reynst bara rosalega vel og það hefur eitt sem hefur verið síðan eftir hjá okkur og komist inn í fast vöruúrval hjá okkur. Þannig að svo sannarlega erum við að reyna og við erum allir að vilja gera til þess að halda áfram að vinna með smáframleiðendum og koma þeirra afurðum út líka vegna sem við vitum stundum erfitt fyrir það að komast á framfæri en við erum opnir fyrir þetta og hefur tekist frábærlega vel hjá okkur. Takk kærlega. Það eru ekki fleiri sem að hafa rétt upp hönd þannig að ég held að við bara ljúkum þessum fundi. Ég þakka þeir sem að voru með erindi og tóku þátt í umræðum og bara komu inn á fundin kærlega fyrir. Og eins og ég segi, það verður upptaka aðgengileg eftir á og ég vonast bara til að hitta ykkur sem flest inn á mjólkurfundinum eftir 1 mínútu. Bara kærar þakkir og verið sæl. Það er bara takk fyrir okkur Matís líka bara. Takk. Takk fyrir. Takk hérlega, bless.